Komið sælir og blessaðir, kæru krabbar. Þá erum við að lesa fyrir vatnsmerkin og það er komið að ykkur. Núna erum við að lesa fyrir sambönd eða samskipti í ykkar lífi. Það getur verið ástarsamband eða vinasamband, eitthvað samband sem að skiptir ykkur miklu máli og þið viljið eitthvað skoða betur eða spyrja þetta eru spilin sem við ætlum að nota og þá skulum við bara byrja. Jæja, kæru krabbar, fyrstu spilin ykkar, konaborðið. Eruð þið að bíða eftir einhverju eða hafið þið verið að bíða eftir einhverju? Og meðan þið voruð að bíða þá kviknuðu tilfinningar. Það er einhverja fallega tilfinningar að fara að opnast hérna hjá okkur. Þetta getur verið ástin að banka upp á, þetta getur verið bara ný svona tilfinningaleg upplifun sem að þið hafið ekki fundið fyrir lengi. Og þetta hreyfir við ykkur. Hreyfir við ykkur á einhvern hátt sem að kemur ykkur á óvart. Og skilaboðin til ykkar varðandi þetta er bara að anda ofan í maga og vera bara rólegir, eins og ykkar er nú svo sem von að vísa. Því að þetta er bara byrjunin á einhverju ennþá betra og fallegra sem er á leiðinni til ykkar. Þið eigið allt gott skilið og hafið unnið og samkvæmt þessu vel í ykkar málum. Ef að annan aðila er að ræða hérna, þá er að myndast á milli ykkar hérna svona fallegt jafnvægi, fullt af gleði og góðum tilfinningum. Og þetta er svolítið eins og þegar tveir aðilar koma saman og eru ákveðnir í því að láta hlutina ganga. Þannig að biðin hefur borgað sig, kæri krabbi, og nú er bara komið að þér að hlaupa ekki upp til hand og fóta, heldur bara taka því svolítið rólega, leyfa þessu bara að síast inn og reyna að njóta allsins góða sem að kemur með þessu. Af því að, já, eins og ég sagði áðan, þú átt þetta svo sannarlega skilið. Þetta eru bara svolítið einföld skilaboð og við sjáum bara hvað kemur meira í framhaldinu. Ok, þetta samband, þessar fallegu tilfinningar gefa þér svo sannarlega tækifæri á því að stíga út úr núverandi aðstæðum og yfir í eitthvað betra. Og eftir kannski tíma sem að hefur verið daufur eða þar sem ekki mikið hefur verið að vera, þá er núna komin tími til að byggja svolítið upp í kringu þig, kæri krabbi. Skoða svolítið vel grunninn þinn, hvað þú hefur verið að gera, ef þið viljið komið tími á hreinlega flutninga og nýtt húsnæði. Þú átt til að vera dálítið værukær, kæri krabbi. Ég held að þannig umskipti yrðu mjög góð fyrir þig. Og þú þarft ekki að vera hræddur að missa neitt stöðugleika, en mikill stöðugleiki í spilunum sem fylgir þessari nýju vellíðan sem við sáum hérna áðan.
sem geti verið líka bara ástin, sem fylgir ástinni. Ástin kallast stundum á breytingar. Þegar tvær manneskjur að ræða þá getur verið breytingar á báða bóga eða hjá öðrum aðilunum og þá bara að gera að reyna að finna einhvern milliveg sem að hentar báðum aðilum. Því að þú átt eftir að þurfa að velja þína leið og ég sé að það reynist þér erfitt. Og kæri krabbi, ef það ekki þú sem átt erfitt með það, þá það hinn aðilinn. Því að hér eru svona vísbendingar að það eru svona erfiðar hugsanir að gerjast hérna í kollinum á öðrum hvorum ykkar. Varðandi það hvert skal halda. En þá bara að taka sér smá pásu, stíga aðeins út fyrir og koma síðan aftur að málunum þegar að smá tími liðinn. Það að velja viturlega eins og hér stendur, choose wisely. Það fyrir svolítið eftir því hvort þú sért að velja eitthvað á tilfinningasviðinu eða hvort þú sért hreinlega að velja, eins og ég talaði flutninga hérna áðan, hvert skal halda. Ekki taka þessu of hátíðlega, þessu vali og þessum breytingum. Reyndu bara eins og getur að svona, eins og við segjum, vera bara í flæðinu, vera slakur, kæri krabbi. Þetta mun allt saman ganga. Það eina sem að svona að bögga því hérna, það eru þínar eigin svona hugsanir, kannski smá kvíða hugsanir sem koma upp. Þegar að ákvörðunin hefur verið tekin, hvert skal halda, og eftir að þú eða þið báðir aðilar eru aðeins búnir að liggja yfir þessu, hvíla ykkur og endurnærast, þá munu hlutirnir ganga mjög hratt fyrir sig. Og þá fara hlutirnir af stað. Ef til vill ennþá fleiri breytingar sem koma inn, því það virðist vera þörf á einhvers konar svona umbyltingu hérna hjá þér, krabbi minn góður. Þessi ás sem kom hérna áðan, sem ég sagði að væri ástin að byrja eða tilfinningar að kvikna, þær eiga fljótlega eftir að vaxa og verða meiri og stærri og fyllri. Og leyfðu því bara gerast, kæri krabbi, leyfðu bara ástinni að umlykja þig. Og verður ekki að hafa áhyggjur af einu eða neinu í sambandi við það. Ástin spyr ekkert leyfi. Hún bara kemur þegar hún kemur og það bara þitt að vera tilbúin að taka á móti henni. Og ertu vissulega með einhverja aðra mannesku í huga hérna, kæri krabbi. En þú átti kannski ekki von á því að tilfinningarnar myndu bólna svona út, ef ég geti sagt sem svo, gagnvart þessari ákveðnu mannesku. En ég sé það að þessi manneskja í raun og veru að hugsa alveg það sama og þú. Þannig að þér alveg óhætt að tjá þetta óöryggi þitt. Þú munt mæta skilningi og þarft ekki að ágjöra því að það verði gert lítið úr þinni upplifun. Ok, höldum aðeins áfram. Viljið þið sjá þessi spil?
Ég var að tala hérna flæði, krabbi. Þar ert þú nú að heimavelli að vera í flæðamálinu og láta bara tilfinningarnar skola yfir þig. Það eitthvað óvænt og skemmtilegt og spennandi sem að koma hérna inn í líf þitt. Legðu bara við hlustir. Þá myndu heyra hvað það er. Það geti komið til þín líka sem skynjun, orkuskynjun eða einhvers konar tíðni. Það þarf ekki að vera eitthvað sem þú þarft að hlusta á, en svo sannarlega hérna tenging á milli þín og annarra manneskju sem að þetta bara spil hérna sem heitir ást. Lovers í venjulegum tarotspilum. Mikill skilningur og hlýja, fólk sem horfist í augu og skuldbinding og heiðarleiki sem að sígur hérna yfir vötnum. Þessi tíðni sem ég talaði eða það sem þú þarft að hlusta eftir, þetta þarf þú líka að senda út einhver skilaboð til hins aðilans. Já, ég skynja þetta svolítið sem svona eins og búmerang sem fer út og kemur síðan tilbaka. Ég veit ekki alveg hvað það þýðir fyrir þig. Það getur hreinlega bara verið skilaboð sem þú fær svo svar við. Eða eitthvað slíkt, það þarf ekki að vera neitt flóknara en það. Svo hérna þetta fallega jafnvægisspil sem að sýnir hvernig þér og hinni manneskjunni tekst að ná saman á jafnréttisgrundvelli og mikið fallegt svona rómantískt tilfinningaflæði hérna í gangi. Það er fyrirgefning sem kemur hérna inn. Ok, og sættir. Ef að eitthvað ósætti hefur verið í gangi, þá að koma hérna sættir eins og smyrsli á eitthvað sár. Og þetta ég nú bara að fá hérna svona sem skynjun. Gott mál, kæri krabbi. Þannig að það heilun þarna á milli þín og þessarar ástartengingar og síðan verða breytingar, hreyfingar. Aftur vil ég tala flutninga. Kemur hérna mjög sterkt að taka styrka stjórn á lífi sínu og stefna þangað sem að hjartað leiðir mann eða hugurinn leiðir mann eða hvort tveggja saman. Mikill kraftur hérna, svolítið eins og sé búið að kveikja í rakettu og drífa hlutina af stað. Kannski þetta bara kraftur ástarinnar. Kannski ástin sé bara hérna eins og bensín eða já, orkugjafi. Það að hafa styrka stjórn á lífi sínu bara jákvætt, svo lengi sem það fer ekki út í öfgar og þú fer ekki að reyna að stjórna hlutum sem þurfi ekki stjórnunar við. Því það alltaf ákveðin partur af öllu í okkar lífi sem að við þurfum bara hreinlega að sleppa stjórninni á og leyfa bara að gerast í frjálsu flæði. Ok, þetta var nú fallegt. Við erum ekki búin. Fallega flæðið heldur áfram. Í raun og veru eru þessi tvö spil sama spilið. Þetta eru elskendurnir og hér er love og harmony
Mikið held ég að þetta verði góður tími fyrir þig, kæri krabbi, í kjölfarið eða svona í og með þegar að þessar jákvæðu fallegu tilfinningar fara að blómstra innra með þér, þá ferðu að skoða líf þitt með öðrum augum en áður og ferðu að horfa til fortíðar svona til að vega og meta hvernig líf mitt búið að vera fram að þessu og hvernig það í dag og hverju hefði ég vilja breyta. Ekki til þess að þú eigir að leggjast í einhverja eftirsjá, heldur til þess að skoða hlutina svo þú getur lært af þeim. Til að endurtaka ekki sömu mistökin aftur sjáðu. Svo kemur eftir vill tími þar sem þú þarft að skríða undir feld og kafa svolítið djúpt oní þessa þætti til að bæta þig, til að styrkja þig. Það getur verið tími, svona ákveðin uppbyggingatími sem að þú þarft fyrir sjálfa þig og leyfðu þér það eins og þér finnst þú þurfa. Já, ok. Það er einn varnagli hérna og hann er sá að þú dragir þig ekki of inn í skelðina. Því að þetta spil hérna, Solitude eða einvera, þetta er spil sem er kallað innbúinn í öðrum spilum. Tengist sterklega meyjamerkinu, þar sem að meyjan er þekkt fyrir það að grufla og leita þekkingar. Passaðu þig að hafa skelina aðgengilega öðrum og að vera ekki of lengi inn í skelinni. Þetta þarf að vera í hófi, þessi einvera þín, því að þú áttar til að detta svolítið inn í það að gleyma þér og þurfi ekki á öðrum að halda. En ég held að ég þurfi ekkert endilega að vara þig mikið við þessu vegna þess að ég held að ástin eigi eftir að draga þig svolítið út úr skelinni. Ég segir alveg svo er. En það er kafli hérna sem að þú ert að klára með þessari ákveðnu manneskju eða þessum aðila hérna. Og það að þið klárið þennan kafla og komið loksins, vil ég segja, saman í þessari fallegu tengingu, það veldur umbreytingu á þínu lífi og líka hinnar manneskjunnar. Og þetta er svolítið svona eins og fiðrildi sem skríða út úr púpunum. Þannig að umbreytingin verður þannig að það sem kemur, það sem fæðist, verður mun fallegra og sterkara heldur en það sem var. Þetta er mikið þroskastig líka fyrir, ykkur báða aðila vil ég segja. Og það er svona ákveðin svona örlaga tenging hérna, það er að segja að þetta er svona meant to be samband. Já, og þið báðir aðilar munu læra mjög mikið. Í tengslum við þetta. Og kannski er hinn manneskjan líka svolítið grublari. Nú er ég bara að horfa hérna á hann hérna, æðstaprestinn með bókina hérna, fulla af þekkingu og þetta spil heiti Wisdom. Já, ég var að tala hérna meginu áðan, hvernig, þetta er samt ekki einbúaspilið en hér er einbúaspilið. Þannig að já, og kannski er þessi manneskja meyja, eða í meyjamerkinu. Eða eiginleikar meyjamerkisins eru hérna uppi við. Ok, fallegt að sjá þetta, höldum áfram.
Ok, orkustöðvarspil fyrir ykkur. Annað fyrir þig og hitt fyrir hina manneskjuna. Aðalorkustöðvarnar okkar 7. Þetta eru 2 af þeim og hér er það sem hefur verið kallað hvatastöðin sem að þú færð sem þitt spil. Hvatastöðin kemur með þau skilaboð til þín að ég sagði áðan allt er best í hófi, varðandi einveruna. Það virðist vera svona eitthvað þema hjá þér, kæri krabbi, allt er best í hófi. Þú átt að greinilega til að fara of langt eða yfir striki í einhverjum málum. Hvatastöðin hefur að gera með, hvatir okkar. Það er meðal kynlíf og allt sem að dregur okkur. Allt sem við sækjumst eftir. Ég er ekki jógasérfræðingur eða ég er bara svona að segja það sem ég veit lauslega þessi mál. Það er eitthvað barnslegt við hvatastöðina þína. Og við vitum hvernig börn eru, þau geta verið svolítið hamlilaus ef að við leyfum þeim það. Þannig að þetta er spurning einhvern aga sem að þarf að koma hérna inn. Og þetta er eitthvað verkefni fyrir þig sem þú þarft að huga að núna framundan eða inn í þessu sambandi. Hinn aðilinn fær hérna rótastöðina. Og rótastöðin hefur að gera með öryggi, hún hefur að gera með lífsafkomu okkar, tengingu, jarðtengingu, sem er greinilega mjög mikilvæg fyrir þessa manneskju. Ef til vill hefur hún upplifað óöryggi, alist upp við óöryggi. Það skiptir hennar miklu máli að hlutirnir séu á hreinu og hún geti gengið að hlutunum vísum. Og þurfi til dæmis ekki að hafa fjárhagsáhyggjur eða hafa áhyggjur af því að einhvers konar óstjórn eða óhóf sé í gangi í kringum hana. Ok. Já, þetta er svolítið, ég þarf eiginlega ekki að segja meira þetta, en við erum ekki hætt. Þá er komið að spili sem að ég dreg fyrir þig, kæri krabbi, og síðan eitt fyrir hinn aðilann. Og þetta er svona, hvað viljið þið segja við hina manneskjuna? Ok, hér stendur karmískt samband. Eitthvað sem að, fleeting triggers, það er í raun og veru svona eitthvað sem að kemur af stað, hvað ég segja, það er talað þið vitið sko á hvað takka þið eigi að ýta hjá hvert öðru eða hjá hverjum öðrum. Órói, ég er ekki með gleraugun á mér sko. Ég er bara að lesa þetta svona eins og ég sé þetta. Lærdómur, lexjur, það að sleppa og elska sjálfa sig. Og síðan er hérna resentment sem er í raun og veru andúð. Ok, kannski þú að segja bara við hina manneskjuna að þú hræðist það að þetta samband ykkar sé af þessum toga eða að þetta er reynsla þín af samböndum, að þú hefur verið í einhvers konar neikvæðum gír og þú sért hræddur að þetta sé það sem þú sért að fara inn í. Að einhverju leyti finnst mér þú vera að vara hina manneskjuna við þér, ef það meikar eitthvað sens. Kannski treystir þér ekki almennilega til að stíga út fyrir þennan neikvæða ramma og
sýna þér einhverja betri hliðar. Við skulum sjá hvað vill manneskjan segja við þig. Nó, það bara Cupid's arrow. Hér stendur, hafðu trú, ástin að koma, eitthvað óvænt, invitation or meeting, já, þess að hittingur eða boð og hesitation, hik. Ég sagði hérna áðan að væri eitthvað óvænt og skemmtilegt að koma til þín, kæri krabbi. Þessi manneskja bara skotin og bara að segja þér bara vertu viðbúin, here I come, sko. Hérna ready or not, voðalega er ég fann að sletta. Jæja. Þannig að þetta með karmíska, ég ætti kannski bara að draga eitt spil í viðbót hérna fyrir þig, kæri krabbi. Ég er svo ósátt við þetta neikvæða karmíska spil hérna. Sko, ég hef aldrei lagt svona neikvæða merkingu í orðið karma, eða það eitthvað sé karmíst. Vegna þess að þetta í raun og veru bara, nú ætlum ég að sletta aftur, what goes around comes around. Það þarf ekki alltaf að vera slæmt, en hérna flestum svona bókum og spilum sem ég les, þar er þetta eitthvað neikvætt. Ég ætla að draga annað spil fyrir þig, kæri krabbi. Hvað viltu segja við hina manneskjuna, eitthvað annað en það sem komið hefur fram? Já, þú vilt bara segja sannleikann, skýrt. Þú vilt opinbera sannleikann fyrir henni. Hér er kraftur og hér er heiður og vernd og meiri kraftur. Power og force og truth. Það sem ég fæ út úr þessu er í raun og veru aftur það sem ég sagði áðan að þú ert svolítið að vernda hinn aðilann fyrir þér. Þú vilt allavega að það sé alveg á hreinu að hinn aðilinn viti nákvæmlega að hverju hann gengur. Ok, kannski hefur bara rétt fyrir þig með þetta, kannski er sjálfsmyndin ekki alveg raunsæ, kannski er það sannleikurinn einhvers staðar þar á milli. Ok, en allavega það er spurning bara hvernig þetta kemur til með að ganga, vegna þess að örvar ástarinnar eru bara hérna fljúandi og spurning hvort það er hitt í mark. Við ætlum að fá svipuspil, eitt fyrir hvort ykkar. Hvað vilt þú segja við hina manneskjuna? Já, þetta er bara, það er bara greinilegt, red flags. Þú ert bara með aðvörunar flöggin á lofti. Bara lestu aðvörunarmerkin og passaðu þig á því sem að þau segja þér. Vá, hvað þetta er sérstakt. Ok, þú ert líka kannski bara illa brenndur og ert að láta hina manneskjuna vita að þú látir ekki blekkjast svo auðveldlega. Hvað vill hún segja við þig, hinn manneskjan? Já, samræður, tala saman, a conversation will help clear the air. Hún vill bara þið ræði málin til að fá þetta á hreint. Og vonandi kemur eitthvað jákvætt og fallegt út úr því fyrir báða aðila. Kæri krabbi, þetta er búið að vera skemmtilegt. Ég vona að þú finnir eitthvað sannleikskorn í þessum lestri, eða allavega þú hafi gaman á honum. Þú færið hérna hjarta að launum. Að lokum ætlaði ég að segja, að launum, já ok, kannski að launum, með vonandi fallegum skilaboðum til þín. Friendship, það er vináttan.
Styrktu bönd vináttunar. Ok. Ef til vill þessi manneskja vinur þinn. Ef til vill þetta vinátta sem að verður síðan eitthvað annað og meira. Og þið eigið kannski eftir að verða vinir. Samband ykkar kannski bara ómótað ennþá. Vinátta alltaf jákvæð grunnur til að byggja samband á. Það mér allavega sagt. Þannig að gangi bara ofsalega vel með þetta, kæri krabbi, og ég óska þér alls síns besta. Ljós og kærleikur.